Fyrir 15 árum síðan voru innri Njarðvíkur sveit í hugum margra íbúa í Njarðvík og Keflavík. Þar voru fá hús en fyrir bankahrun hófst öflug byggingar hinna íbúða og húsa sem tók annan stóran kipp þegar næsta góðæri hófst. Verktakafyrirtækið Hugverktakar í eigu feðganna Unnars Ragnarssonar og Hermanns sonar hans. Þeir hafa á síðustu 3 árum byggt 40 íbúðir í fjölbýlishúsum og aðeins 3 eru óseldar. Áður en fyrirtækið hóf byggingu íbúða byggði það nokkur stærri hús og byggingar á Suðurnesjum og á höfuðborgarsvæðinu. Við hittum Unnar sem fæddur og uppalinn í Keflavík í nýrri íbúð sem hann og hans menn byggðu við Reynidal í innri Njarðvík og spurðum hann út í fasteignamarkaðinn. Unnar, við erum hérna í einni af íbúðunum sem að þið hafi verið að byggja. Þið eru búin að vera ansi duglegir í fyrirtækjunu að smíða hérna hvað ég var að segja, einu mest vaxandi hverfi Reykjanesbæjar, innri Njarðvík. Já, við byrjuðum hérna 2018. Þá byrjuðum við hérna niðri í Reynidal. Byggjum þar 4-6 íbúðahús. Svo komum við hingað upp yfir og erum að klára hérna 18 íbúðir. Þannig að það eru orðnar 40 íbúðirnar sem við erum að klára að skila á okkur hérna. Og þróun hefur svo undanfarna mánuði, ég veit ekki alveg með síðustu mánuði að það hefur nánast allt selst sem hefur verið byggt inn í Njarðvík. Já, ég myndi segja það. Við hefum verið mjög heppnir. Þeir sem hafa skoðað hjá okkur íbúðir og þeir hafa fest kaupa þeim og ég held að þessi flesti mjög ánægðir og þessar eru alla farnar nema 3. Það var ein sölusýning sem tók það allt saman. Og hvað það að leggja áherslu á? Þetta eru gríðarlega breyttir tímar í frágangi og byggingu húsa og íbúða í dag eða frá því þegar við vorum ungi menn. Við leggjum aðaláhersluna á það að skila vönduðum og góðum húsum. Við erum að einangra þetta utan og klæða þetta utan með áli, 2 mm áli. Svalirnar eru forstiftar og það eru einangraðar frá húsinu. Þannig að það eru hífðar á eftir á og það koma sér á eftir á. Innréttingarnar koma hérna úr Grindavík, frá Grindinni og það eru iðnaðarmenn hérna á svæðinu, bæði pípar og rafverkjar, Benni sér alla pípulagnir og Ingólfur Bárðar rafmagn. BMF málun alla málun hérna. Hjá fjölskyldufyrirtækinu starfa 6-7 manns en við framkvæmdirnar hefur það einnig fengið undirverktaka á Suðurnesjum til liðs við sig. Þá sér María, eiginkona Unnars, fjármál og bókhald. Unnar segir að mikil áhersla hafi verið lögð á vandaðar innréttingar og vönduð gólfefni, glugga og fleira sem í íbúðunum. En þið eru fjölskyldufyrirtæki? Já, þetta bara, við erum bara nánast allir blóðskyldir sem erum að vinna þetta og erum að gera þetta. Já. Ég var spurður að því svona af einu kollega hvort að menn þurfti að fara í blóðpröfu eða er alltaf að sækja í vinnu. Hvað finnst þér þetta, nú hljóta íbúðin að vera dýrari, miklu dýrari heldur en þetta var byggt fyrir 30 árum síðan sem var almennt á markaðnum. Þá var ekki skila með innréttingum eða gólfefnum eða nú þetta bara tipp-topp og hægt að flytja bara inn og taka kaffivélina með og fara að sofa. Já, þetta er öðruvísi markaður, þetta bara þannig. Það fæst meira lán út á þetta og það bara nánast til krafa að þú klárir íbúðir í fjölbýlum þannig að þú kaupir ekki fókald íbúð og hinni fluttur og þú sért allar helgar að berja hérna og halda vöku fyrir fólki. Þetta þarf bara að klára þetta frá A til Ö og ganga frá því. Já, þannig að þetta gríðarleg breyting sem orðið á þessu náttúrulega. Já, og það búið að gera það svo mikið fyrir allt þannig að þetta allt svo tryggt og menn geta ekkert gert sjálfur nema bara með sérstökum leyfum frá meisturum. En þið hefur verið fljótir að byggja þetta. Gengur þetta hraðar fyrir sig í dag? Hvernig stendur það því? Þetta bara breytt umhverfið. Þetta eru góð tæki og tól og góð mót sem maður að vinna með að steypa þetta upp. Og svo eins og í okkar tilfelli erum við svolítið mikið sjálfum okkur nógir. Við beygjum allt til utan á þetta sjálfur og erum ekki háðir því að vera að bíða eða að fara í biðröð. Við bara getum bjargað okkur og svo undirverktakarnir. Við höfum reynt að vera allir þessi sömu eins og hægt er. Við höfum verið saman í mörg ár
áður en við fórum að byggja og selja í þessu verkefni sem við vorum áður, þá vorum við þetta teymi saman og við haldist bara í hendur síðan. Það magna að sjá uppbygginguna hérna inni í Njarðvík, hérna rétt hjá þessu íbúðum ykkar er risastór stapaskóli að rísa, margra milljarða framkvæmd, þannig að héðan geta börnin labbað bara í 2-3 mínútur og komin í skóla. Já, það er bara göngustígur sem var gerður einnig sem var niður á skóla, bara næsta horn. Nei, það er, fólk er ánægt sem hefur fluttingað, en hvað með, hvaðan kemur þetta, hverjir hafa verið að kaupa af ykkur? Er þetta fólk á Suðurnesjum, heimamenn, eða er þetta fólk innan að? Þetta er mikið í bland. Já. Og þetta er svona, myndi ég segja, bara meira utanbæjar heldur en af Suðurnesjum. Þetta er alveg svona rúmlega helmingur sem kemur úr Hafnarfirði og Reykjavík og var að vinna hérna upp frá eins og hjá Váver. Það voru niður í Trönudal 4 flugfreyjur sem komu og tóku íbúðir þar, svo fengu við vinnu við eitthvað annað og fólkinu líkar vel hérna sem kemur. Þó atvinnuástandið sé kannski ekki upp á það besta núna, þá hefur verið mikil atvinna og er talsverð ennþá á Suðurnesjum, þannig að hún alltaf togar fólki hingað. Já, það gerir það og líka fjarlægðin er ekki svo mikil hérna. Það er mikill verðmunur á að kaupa svona íbúð eins og þessi sem við erum að skoða hérna og alltaf svo að kaupa hann í Reykjavík. Það munar alveg töluvert miklu og fólki finnst ekkert mikið að keyra kannski 20 mínútur hérna inni til. Það er jafn lengi ef þú ert með vinnu í Hafnarfirði að keyra ofan á Breiðholt og niður í Hafnarfirði eins og héðan og þangað. Og þetta hefur náttúrulega ýtt undir sölu fasteigna á Suðurnesjum. Já, ég myndi telja það hafa gert það mjög mikið. Já. En þetta er samt, þetta er alveg sömu gæðin sem að þið eru að bjóða upp og eins og ef þú værir að bjóða þessa íbúð í Reykjavík. Já, við getum alveg lagt það niður. Það er alveg. Já. En þeir mættu vera stoltir að þeir væru með eins góðar eignir. Og það eru allir þeir sem eru hér á þessu svæði núna að reyna að byggja og selja og ganga frá. Þeir gera vel. Menn er að vanda sig og vilja skilja góðri vinnu. Og þú ert hvergi hættur, þið er að halda áfram? Já, ég er hvergi hættur, nei. Hvert er ferðinni heitið næst? Ætlar að halda áfram inn í Njarðvík eða? Við erum konur með lóð hérna nýr á Vallabraut. Þar er að fara að rísa 15 íbúða hús, við erum að hæða hús. Það er næsta jobb. En segðu mér þið eru nú margir bræðurnir, oft nefndir Hannesar, Ragnars bræður og Hannesar bræður eftir hvaða menn nota. Þið eru vel kynntir hérna á Suðurnesjum og þið eru nokkrir í byggingabransanum. 2 bræðurna hafa verið með fyrirtæki hérna og hafa einmitt verið að byggja á svipum slóðum og þú. Já, þeir eru hérna, einn er fyrir neðan og annar fyrir ofan. Þannig að ég er á milli þeirra. Ég er yngstur og það þurfti að vera olbúið frá mér að stýði en þetta gengur vel. Það er allt í góðu. Já. Þó þessi samkeppnið þetta? Já, og það er líka gott að hafa og við leitum nú hvort öðrum ef þess það er með og leitum til hvort annars með ýmsa hluti og það er bara gott mál. Hvað segirðu mér að vera að reka fyrirtæki í dag? Þú hefur nú, við getum nefnt það, þú varst nú einu sinni kaupmaður í Njarðvík. Já. Og þú hafi nú sjálfur lært smíði, þú ert komin aftur í það. Hvernig er að reka svona fyrirtæki í dag? Þetta er ansi mikið undir hjá okkur þegar þið takið tugi íbúða og byrjið að byggja. Já, það er mikið undir. Man þarf að vera vakandi og sofandi yfir í hvern einasta klukkutíma á sólarhringnum. Og eins og ég segi, maður þarf að passa sig og vanda sig til að lenda ekki í skakkaföllum. Það er dýrast. Já. Þannig að þið hefur sloppið vel svona? Já, við hefum sloppið mjög vel. Og eins svona við óveður og svona, við hefum bara sloppið mjög vel við fók og svona, við hefum tryggt okkur vel og passað upp á þetta. Og það er hluta því að maður mætir á kvöldin og oft seint bara til að vera öruggur ef að spáin er slæm. Þannig að við hefum sloppið 7-9-13. Hvað finnst þið skemmtilegast við þetta Unnar? Að skapa. Já. Ég finnst rosalega gaman að skapa. Er gaman þegar ein bygging er bara klár, hérna nokkra íbúðir? Já, þetta er komið og maður er svona farin að sjá fyrir endan á þessu og maður er búinn að búa sér til mynd í höfðinu, hvernig maður myndi vilja sjá þetta. Þetta er að þróast í það átt sem maður ímyndaði sér
kemur svo þannig út til staðið, þá maður rosalega lukkulegur. Við vorum að ræða innvolsið á íbúðunum, hvað það orðið svona, hvernig þið skiljið þessu miklu meira frá gengið, en hvað með útlit húsana? Finnst þér hafa orðið eitthvað svona breyting í arkitektúr með svona fjölbýlishús? Þetta aðeins svona, menn eru farnir að leggja meira í það að reyna að láta þetta líta vel út og hafa þetta svona, eins smekklegt og viðhalds létt og þægilegt og hægt þannig að þú geti keyrt framhjá eftir 10 ára og sagt, þetta gerðum við, þetta húsin okkar. Man langað til þess að þetta standa og sé ekki að grotna niður í einhverju, þetta sé svona nokkuð viðhaldslétt. Það ekkert sem heitir viðhaldsfrítt, en þetta getur svona verið léttara að halda þessu við þegar þetta unnið úr þannig efnum, góðum efnum. Ég sá í auglýsingu frá þér að þið eruð að auglýsa að þið komið til móts við þá sem eiga rafmagnsbíla. Hafið þið verið að huga að því? Já, það er lagt fyrir rafmagnskapli í hvert einasta stæði og þú tekur bara upp eina hellu á bíl og setur þinn staur og hann tengdur við mælirinn hjá þér, rafmagnsmælirinn þinn í íbúðinni. Það er gert ráð fyrir því strax. Þetta svona dæmi breytinga sem að verða? Já, þetta það.